Það múgur og margmenni hér í flugskýli flugfélagsins Ernis á Reykjavíkurflugvelli. Hér eru markaðsstofur landshlutanna að kynna starfsemina eða öllu heldur þeir sem eru með ferðaþjónustu í hverjum landshluta fyrir sig. Hér eru 30 ferðaþjónustu fyrirtæki af Vesturlandi og það láta allir bara nokkuð vel af sér. Arnheiður, hvernig eru viðtökurnar hérna? Er mikil umferð til þín? Já, þetta er bara alveg frábært. Við erum svolítið verið að læra fólk hvernig að þetta er fyrsta skipti sem þetta er haldið með þessum hætti. Og allavega þeir sem eru í að selja ferðir og skipuleggja ferðir, þeir eru hæstánægðir með framtækið. Og er fólk mikið að spyrja Bjarteyjarsand og hvað er boðið upp á? Já, við erum náttúrulega að leggja áherslu á það, en við erum líka svolítið bara að leggja áherslu á Hvalfjörðinn í heild sinni. Við erum með 2 aðilar af því svæði. Þannig að við erum með fjölbreytt efni frá fleiri heldur en okkur sjálfum. Þannig að það líka kannski svona verða að vekja athygli á Hvalfjörði í stóra samhenginu. Og svo er þetta Bjarteyjarsand með. Eru ferðirnar í Hvalfjörði sem eru í boði hérna líka? Já, og svona allskyns óvissuferðir, hvataferðir og svo bara fyrir fjölskyldufólk og einstaklinga líka. Er ekki ótrúlega mikil aðsókn að þessu? Bjuggustu við svona mikil aðsókn? Sko, á bara síðustu dögunum núna fyrir þetta, þá var alveg ljóst að þeir alveg með þáttaka þjónustu aðila. Og svo er náttúrulega búið að vera auglýsta svolítið, þannig að já, ég bjóst nú við að það yrði dálítið góð trafík, kannski ekki alveg svona mikið, en ég átti alveg vona á því að það myndi vera talsvert af fólki. Þú átt vona að þetta skilja einhverju? Já, ég vona það. Já, ég held það. Allavega það er að koma inn á fólk frá ferðaskrifstofunum markvisst og safna upplýsingum Vesturland, Norðurland, Suðurland og ætla sér að nýta það í framhaldinu, þannig að vonandi skilar það einhverju. Óli Jón Ólafsson, þú ert hér að kynna þemaferðirnar. Hvernig eru viðtökur? Er margir að spyrjast þetta? Já, það er alltaf nóg að spyrja, maður veit ekki hver árangurinn er, hvað ég er mikill sölumaður og fer eftir því. Er þetta frá ferðaskrifstofunum aðalega sem koma hérna eða hvað? Það er bæði ferðaskrifstofunar og svo koma kollegarnir hingað og þangað á landinu. Við erum að forritast hvað við erum að gera og við erum að forritast hvað þeir eru að gera. Þetta er mjög skemmtilegt framtak. Þetta stendur stutt, bara 4 tímar? Já, það er full stutt en það er gott að byrja svona lítið og svo er þetta bara að stakka næsta ár. Það er alveg mikilvægur af fólki? Alveg ótrúlega mörg fyrirtæki sem eru komin í ferðaþjónustu. Og margir sem koma hérna og kíkja á? Já, það kemur mikið, hefur komið mikið af bæði bílalegum, ferðaskrifstofum, stórum og smáum og svo líka bara einstaklingar. Nei, það kemur kannski eitthvað út úr þessu öldru? Maður lifir alltaf þeirri von að maður sé að gera eitthvað gott. Búinn að gera í áratugi? Já, það verða 55 ári í haust síðan ég byrjaði þessu. Heldur þú sett ekki elstur þetta bara? Ég hugsa þannig, ég sé engan eldri en ég hérna. En allavega þá er ég með komin á nýræði þáttur. Og ekkert að hætta? Ég vona ekki. Halla Steinólfsdóttir, þeir eru að kynna dalina hérna, eru góða viðtökur? Já, ljómandi góðar. Það er bara svo skemmtilegt að vera með í þessu hér í dag. Þetta er alveg gríðarlega flott allt saman, umgerðin og ég bara þakka fyrir það að fá tækifæri til þess að vera með. Við erum að kynna hérna bara dalina ferðaþjónustu sem er hér og dalinir eru náttúrulega allstaðar miðsvæðis og skemmtilegt að stoppa þar aðeins lengur. Þó að það er ekki málið að keyra í gegn heldur gríðarlega gaman að stoppa aðeins við og kíkja á mannlífið eða fuglalífið eða hvað sem er. Sko. Heldur að fólk og ferðaþjónustu fólk viti almennt hvað þið hafið að bjóða í dölunum? Já, þeir bara kíkja á heimasíðuna visitdaley.is, það er heila málið og það eru markaðstofa Vesturlands og Dalabyggð sem að standa að því. Þar stendur allt saman allar upplýsingar og síðan má alltaf leita til ef að fólk vil fara í gönguferð, sér eitthvað fallegt fjall eða fara í gönguferð þá er alltaf einn bær nálægt og þá er ekkert mál að kíkja þangað og banka upp og spyrja hvort það megi rölta þannig að það er ekki flókið. Allir velkomin í dalinu bara. Þú ert að kynna hérna sæferðir, siglingar Breiðafjörð, koma margir að spyrja þetta? Já, það er töluvert margir sem koma og spyrja og vilja vita sérstaklega hvað við erum að gera á veturnar. Það getum við sagt, við erum að bæta við ferði á veturnar og viljum öfla það. Já, er það að gerast bara núna að bæta við ferðum á veturnar? Nei, við erum búin að vera með þetta er annað vetur okkur sem við erum að fara með farþegar líka á veturnar í Vikings og síferðirna okkar. Og er það hópar þá sem koma? Já, aðalega hópar.
En það bætast alltaf einhverju einstaklingar svona með. Þetta er alltaf meira að koma. Það er alltaf nógu margir sem vilja sigla. Já, alltaf nógu margir. Alltaf gaman að sigla. Greta Sigurðardóttir, Hótel Egilsen er nú nánast nýtt hótel í Stykkishólmi, náttúrulega í ævagömlu húsi. Hvernig hafa viðtökurnar verið frá því að voru opnað? Alveg bara glimrandi góðar. Framar öllum vonum. Vekur athygli þetta hús? Já, húsið vekur athygli og náttúrulega er vel staðsett í rétt við höfnina í gamla bænum. 101 Stykkishólmi eins og við segjum. Og þetta er bara fallegt lítið bútík-hótel og það er greinilegt að það vantaði svona, þetta er hreinlega bein viðbót við Stykkishólm. Hvað eru þið með mörg herbyggi? Við erum bara með 10, við erum agnarsmá, 10 herbyggi og þar af eru 8 tveggjamanna og 2 einsmanns. Þannig að þið takið ekki á móti stórum hópum? Við getum ekki tekið á móti stórum hópum en við rekum einnig 2 önnur gistiheimili í Hólminum sem heita Bænir og brauð og Höfðagata gisting. Þannig við getum alveg tekið 55 manna hóp með því að deila því á þessa 3 staði. En svo er svo gott samstarf á milli hólmara að við til dæmis erum að skipuleggja 200 manna ásóðtíð. Hólmurinn, Hótel Stykkishólmur tekur kannski lungað úr því, svo tökum við það sem fellur til og svo taka aðrir. Þannig að við erum bara að vinna saman sem einn stór fjölskylda og það er svo gaman að þessi viðbót með sæferðir að vera með á ferðirna. Við erum að senda þeim töluvert af gestum. Hvað við að gera í Hólminum þegar við erum búin með morgumatinn, þá bara með sæferðum. Við erum að byggja upp, það er að gerast núna svona öflugt starf að byggja upp heilsársvetrarþjónustu í Stykkishólmi. Og hér er Keli vert í Langaholti að skenka súpu og báða búa. Keli, mikil umferð til þín? Það er eitthvað. Og hvað getur þú sagt fólki Langaholt? Bara fínt, koma, vera ekkert að þessu. Nei, við erum hérna svona ferðarþjónustu upp í sveit, tjaldstæði, golfvöll, æðislega fjöru, sjávarréttar, restaurant og gistingu, það er þessi pakki. Og við erum á sunnanverðu Snæfellsnesinu við fjöruna og erum þetta 45 mínútur frá öllu á Snæfellsnesi, einhvern veginn. Það er svona sæmilega miðsvæðis og með jökulinn alveg bara svona póstkortamyndina. Og þannig er maður að reyna að vasast í þessu og fjölskylda búin að gera síðan 1978. Steingerður Jóhannsdóttir, þú ert að kynna Hvíta húsið og Hellisandi. Hvernig eru viðtökurnar? Já, þær eru bara mjög góðar. Þetta er gamalt íshús sem við hjónin vorum að gera upp og erum nýlega búin að klára að opna og í fyrra sumar vorum við með, það eru búin að koma 5 erlendi listamenn og vera hjá okkur alveg í mánuð. Og það er alveg rúast að okkur umsóknirnar en fólk er svona aðeins tregt við að vera yfir vetratíman. Þannig að akkurat eins og stendur þá er enginn í húsinu en það eru margar umsóknir komnar. Hvar gista erlendir listamenn sem er í mánuð að dunda sér í Hvíta húsinu? Þeir gista í Hvíta húsinu, það er íbúð á efri hæðinni. Þannig að við skiptum húsinu þannig að efri hæðinni er lítil íbúð sem er alveg full búin með öllu sem að þarf og síðan eru 2 salir á jarðhæðinni og svona anddyri og öll aðstaða bæði til að vinna og líka að hafa sýningar. Þannig að og fólk getur búið þarna á meðan. Ég er að kynna Snæfellsnes á Lýsóli. Það er hestaferðir frá 1 klukkutíma upp í 8 daga og það er gisting og matur og ég er með matsöluleyfi og svona, þannig að það er allt bara. Allt gert út frá Lýsóli? Og svo bara heimilismatur og góð matur og svona, já. Þannig að bara Þú ert með bara nágranna bara á hlaðinu hérna eiginlega við hliðina á þér? æðislegt, við erum nágrannar, við erum ekki, þannig að þetta er hérna frúin frá Kasti, það er ný? Já, alveg ný og flott þar. Og svo gistihúsi Hof, það er nú... Og gistihúsi Hof, já, það er rosalega mikið fjölgun þar á bústöðum og gistingu og fáum alla tegundur gistingu þar. Það hlýtur að vera eitthvað samkeppni á milli líka ekki? Nei, það er samvinna. Bara samvinna? Já, veistu það, þegar maður fyllir upp, þá náttúrulega sendir maður frá sér, þannig að það er samvinna. Hún er með hestalegu líka, þannig að við erum að sama geira og ekki sláist við. Þeir eru nágrannar með samskonar starfsemi og sláist ekki, segir hún, bara í samvinnu? Við erum bara í samvinnu, já. Við reynum það og
að vera bara. Við erum kannski ekki, sko ég er ekki með þessar lönguferðir eins og hún er með. Við erum aðalega í stuttuferðunum. Frá svona okkar helsta svona klukkutímaferðir. Getum svo líka alveg farið upp í 2-3-4 tímaferðir eftir óskum gesta. En þetta einmitt ekki það sem þarf að vera? Samvinna í ferðaþjónustunni á Vesturlöndum? Jú, það þarf að vera svoleiðis. Það náttúrulega miklu betra að fólk vinni saman og vita hvert öðru heldur en að vera að berjast bitann. Því eftir sem að fleiri eru með framboð af ykkur fyrir ferðamannin að þá komi fleiri. Það hefur nú meira að bóða. Dreifist álagi bara og fleiri koma. Margir búin að koma til ykkar? Já, þetta var bara gengið ljómandi vel. Það var mjög ánægð með daginn. Bjartsýn fyrir sumarið? Já, mjög svo. Þór Magnússon, þú og Ægir sonuðinn, þeir eru hérna að kynna ferðir í Vatnshelli. Margir sem spyrjast fyrir þetta? Já, það er mikið spurt Vatnshelli. Vatnshellir er búin að stimpla sig inn sem svona, hvað ég var að segja, spennandi, stutt en spennandi dagrætur. Búin að vera með þetta í 1 ár. Hvernig hafa nú viðtökurnar verið? Það hafa verið frábærar. Við erum búin að fara núna síðasta ár með 8.000 manns. Markmið okkar er að allir komið brosandi upp. Það hefur tekist og ekki nóg með það. Það hefur verið slysalaust og fólk er bara í skýjunum með þetta og við hefur haft mjög gaman að fara í hellinu. Mikil upplifun. Þetta er tildulega stuttaferðir, þetta er 45-50 mínútur og fyrir flest fólk sæmilegt aðgengi og fólk fær hjálm á hausinn, það fær ljós og svo vafra það og skoða sig og það er bara mjög skemmtilegt. Og margt að sjá hann í hellinum? Mjög, þetta er einstakt og fyrir mikið af fólki til dæmis erlendum ferðamönnum sem hafa séð eldgos í sjónvarpinu og svona að þá nærða þarna tengingu því þetta eru auðvitað hraunárnar sem hafa runnið þarna og svo tæmast árnar út og eftir situr hellir og við erum að fara með þau í þessar rásir. Mikil upplifun. Kemur svolítið Íslendingum líka kannski? Já, það kemur töluvert af Íslendingum. Þeir koma reyndar bara á smá tíma yfir sumarið en 80% af okkar gestum eru erlendi ferðar. Hvað eru að bjóða upp á þetta í langan tíma á árið? Við erum að reyna að vera með þetta allt árið og þetta er svolítið háð því að fyllist nú ekki niðurfallið þar sem við förum niður að fyllist nú ekki að snjó. En við reynum þá að moka og þá er jáfnvel komið 1 hellir enn, snjógöng og ný. Þannig að fólk er alveg, það stendur þarna agndofa bara og finnst þetta alveg magnað. Gerið þetta út frá Gufuskálum eða? Já, við búum á Gufuskálum og við erum með lítið hús á svæðinu eða lítinn skúr þarna. Vel að merkja, við erum þarna í rauninni í umboði þjóðgarðsins. Þetta er innan þjóðgarðsins. Og við erum að fræða fólk þetta og erum að vinna svolítið eftir mottói þjóðgarðsins verndun og allt slíkt. Bragi Gunnarsson, þeir eru að kynna hérna hverinn á Kleppjárnsreykjum. Hvað er það sem þið bjóðu upp á í hvernum á Kleppjárnsreykjum? Við erum með veitingastað sem tekur alltaf 100 manns og svo erum við með tjaldstæði. Svo er ég líka með 2 gróðurhús þar sem ég er aðilega samtökunum beint frá bíli og er að rækta þar bæði fyrir veitingastæðin ásamt í að vera með til sölu á staðnum afurðir sem maður er að rækta, gulrætur, tómata, kál og fleira. Og súpan hverasúpan, þetta er súpa sem að gætandi biðja sérstaklega Náttúrulega búin til að uppistaðan er úr hráefni sem við ræktum sjálf og er alveg gríðarlega vinsæl. Hver er uppistaðan í henni? Það eru gulrætur, nr. 1 og 3, brokkoli og nokkra fleiri tegundir sem maður segir nú ekki allt. Þannig að hráefnið og veitingastaðnum hjá þér, það getur ekki verið ferskara? Nei, það er sko alveg ábyggilegt. Hverasalatið, það er eingöngu úr bara salat sem og grænmeti sem er ræktað á staðnum eða innan 2 km radíus frá mér. Það eru nokkra gróðrarstöðvar hérna á svæðinu, þannig að það er mjög þægilegt og gott að ná sér í ferskt hráefni.
Hvernig hefur gengið síðustu ár? Hefur verið mikið af fólki sem komið til ykkar? Já, það er alveg stöðug aukning. Ég kem þarna 2011, tók við þessu þá og byrjaði að gera staðinn upp. Þetta var orðið svolítið lúið og þreytt og er enn að gera upp í kringum mig. Það var enn eftir að gera upp eitt gróðurhús og eitthvað fleira. En það hefur verið alveg markviss aukning og sumarið í fyrra var náttúrulega alveg einstakt hvað rigningu var það, þannig að Íslendingar voru ekki mikið á ferðinni en útlendingar voru þeim með fleiri. Þannig að þetta er bara jafnt og stöðug aukning. Og þannig í næsta nágrenni við Deildartunguhver og það er nú fjöldi fólk sem kemur alltaf að skoða þann vaskmesta hver í heimi. Jú, ég verð alveg var við það. Það koma margir á klósti hjá mér. Það er ótt að segja það. En á móti kemur flestir sem koma og stoppa, þeir nýta sér þjónustuna hjá okkur. Þannig að ég hef ekki verið að rauka sérstaklega fyrir klóstverðinnar. Þannig að allir eru velkomnir og annað slíkt. Stefán Guðmundsson frá Markaðsstofu Vesturlands. Það er múgur og markmenni hér. Eru margir að skoða hvað er upp á að bjóða á Vesturlandi? Já, mér sýnist það bara ganga ágætlega. Við fórum svolítið blind í sjóinn. Við vissum ekki alveg hvað margir myndu koma. Við sendum svona boðskort allt Reykjavíkursvæðið. Við vorum að fá fólk úr ferðaskrifstofum og áhuga fólk úr ferðaþjónustu til að mæta og það gengur bara ljómandi, sýnist mér. Hvað eru margir hérna úr ferðaþjónustunum á Vesturlandi að sýna? Það eru 30 fyrirtæki sem komum frá Vesturlandi og þetta er nokkurn veginn svona, dreifist ágætlega yfir Vesturlandi, svæðið. Það er svona sumir svæðið sem hefði mátt koma, en þetta er bara flott. Þau eru ánægð með viðtökurnar semst? Já, ennþá. Það er vonandi þetta endur svona fram með degi. Og heldur þetta skila einhverju? Það er alltaf spurning. Þetta er svolítið sko, það er ekki nóg að standa bara og tala við fólkið. Þú ert líka að fylgja þið eftir. Þú ert komið heim, það er að senda á fólkið og búið til viðskipti. Verður þú eitthvað að skoða hvað aðrir eru að bjóða upp á? Maður er að kíkja aðeins yfir á básinu á hinum og sjá hvaða tækifæri leynast á Vesturlandi. Maður lappar hérna og skoðar á margt greinilega sem Vesturlendingar getur lítið til og gert. Veitingastaðurinn Galito á Akranesi er orðinn rótgróinn í hugum margra Akurnesinga og fleiri. Hilmar Ólafsson er veitingamaður þar. Hvernig kom það til að þið fóruð af stað með veitingarekstur hér á Skaga? Sko, sjálfur var ég nú með veisluþjónustu sem var að hét Fortuna og stuttu síðar, það er nú 11 ára gamalt, 11 ára gömul kennitala við erum það svo og stuttu síðar árið setna þá hóf Þórður Þrastarsson og konan hans Áróra veitingarekstur hérna á Akranesi í þessu bili sem við erum í núna, Stillholt 16-18 og þau voru nú að bótast hérna með og á móti okkur hérna í örugglega hartnær 6-7 ár. Svo skall þessi blessaða landsfræga kreppa á byggðafélagið og fleiri og þá kom upp svo hugmynd, kom nú bara svona slysni til tals hvort að við ættum nú að sameina kraft okkar heldur en að vera að býta hvern annan í löppina á þessum tímum og mánuði seinna þá erum við orðnir sameinaðir. Og þið hafa verið hér í sama húsi alla tíð? Galito sjálfur hefur verið í þessari lengju en svo fluttum við núna fyrir Þórður skaust aðeins frá í smá nám út úr fyrirtækinu hérna 2009 nei 2011 fyrirgefið held ég að það verið og kom aftur inn fyrir 2 árum síðan 2012 og hérna í millitíðinni þá flyt ég í þetta húsnæði sem við erum í dag sem var áður gamla módel og ég veit ekki hvað einhver tískuverslun og Prjónastofu hvað hérna? Já, prjónastofu, gamla agraprjón og bara fókaldaði þetta og hendi mér í djúpulaugina með nokkrar krónur í vasanum og tókst ljómandi vel, allt gekk mjög vel hér og í framkvæmdunum með smá, alltaf einhver bakslög en ekkert sem við riðum ekki við og opnuðum svona nokkurn veginn á tilsettum tíma og 2 mánuðum seinna, 3 mánuðum seinna þá var Þórður aftur komin inn í þetta hjá okkur og eins og maður segir, þetta nafn hefur alltaf haldið dampi og er þekkt víða þó við séum nú engin skyndibitakeðju nafn sko en það eru margir sem koma hérna utan á landi, taka beygina, segja okkur það
eingöngu til að fá þessa samloku eða þessa steik og svo framvegis. Og verið talst að gera? Já, þetta náttúrulega ótengt sko það sem að við erum ekki með marga út á landi að það þessi svokallega túristatrafík allt árið. En við finnum vel fyrir því á sömrin að það koma túristar. En ef við værum nær þjóðveginum þá væri klárlega meira að gera. En við kvörtum ekki. Heimamennir sinna okkur vel og vonandi við þeim. Hvernig það? Mikið að gera á þorranum hjá? Það stórt þorrablót á Akranesi, 650 manns. Þjónustið það eða ekki? Jú, sem betur fer. Ef ég orða það þannig. Við erum með það og svo erum við, maður er nú ekki í áskrift í þessu. Það alltaf sömu aðilarnir margir aðilar sem leita tilboði hjá okkur í þorramat og við erum nú, við erum í náttúrulega samkeppni við nokkra aðra hérna á svona vesturlandskjarnanum Borgarnes og upp í Borgarfjörðinn. Það ykkur fleiri í þessu. Og þetta nú ofta svona sömu blótin sem við fáum, Brautatunga og einhverjir fleiri oft í Ólafsvík. Það hafa verið, ég held sem koni 9 ár þar sem ég það, ef ég segi eins og Ég segi 9 ár sem ég það. Ár eftir ár þar og það alltaf skemmtilegast að fara þangað. Þetta svolítið sérstætt og öðruvísið ekki? Jú, þetta eru skemmtilegustu veislunar. Það bara ekkert flókið. Man kvíður aldrei að fara með þorrablót, það alltaf gaman í vinnunni þar sko. Þessi sveitungar og þessi byggðafélög, það sameinast svo svakalega í þessum þorrablótum að skemmtiatriðin engu lík og maður fann að þekkja andlitið svona staðar og þetta alltaf gaman sko. Hvernig með svona veitingastæði eins og Galito, sjáu þið einhverja nýja möguleika á Akranesi nú? Verið að tala eitthvað við höfnina og fleira, sjáu þið einhverja möguleika í þessu? Já, mér finnst alltaf gott að menn eru bjartsýnir og jákvæðir. En ég ætla nú ekki beint sjálfur að tjá mig það sem maður hefur séð á teikningum og annað. En það sko, við erum hér og okkur líður vel hér og meðan við erum að sinna þessu og erum áhugasamir með þetta, þá teljum við að þessi staðir alltaf að ganga alveg samátt að koma hótel og fleiri veitingastæðir. Það hjálpa bara til? Það nefnilega skemmtilega við það getur hjálpað til. Og ég tala nú ekki að það kemur eitthvað meira túristar aðdráttur á. Ertu með margt starfsfólk í vinnu? Já, við erum nú eins og staðinn núna erum við svona 5 faglærð og 1 matreiðslunemi. Svo erum við með svona, eins og við köllum það pizzastaff og aðstoða fólk helgar og þetta einhverju 20 hausar svona undan bil sem eru á launaskrá sirka. Bjartsýn á framhaldið? Já, við erum svo sem ekki að bíða þetta einu gullævintýri sko á næstunni. Það eins og menn eru búin að vera koma til okkar og hvernig líst ykkur að þennast og dadradra. Það svona, maður geti endað í samkeppni sjálfan sig, en svo náttúrulega má eiginlega líta á þetta á annan veg. Það að þú heldur öðrum frá ef þú gerir eitthvað annað í sama bænum, en ég veit það ekki, getur ekki græðgi norðmenn að falla.